3 að morgni og allir sofandi nema þú. Hvað í gangi? Áttu erfitt með svefnin? TikTok, TikTok. Klukkutíminn virðist háværari og það líður eins og tíminn standi í stað. Þú veltist úr annarri klíðinni yfir í hinna en getur samt ekki sofnað. Því meira sem þú reynir, því erfiðara verður það. Ekki hafa áhyggjur. Þú ert ekki ein þetta. Margir eiga erfitt með svefnin, sérstaklega þegar við eldumst og það getur verið erfitt að festa svefn á nóttunni. Þó að þetta sé algengt vandamál, þá ætti þú ekki að líta framhjá því. Góðu fréttirnar eru að það eru til lausnir við svefnvandamálum. Oft geta litlar breytingar skipt sköpum. Í þessu myndbandi sýnum við þér einfaldar og áhrifaríkar aðferðir til að hjálpa þér að sofa betur. Þú munt læra mismunandi aðferðir og ímyndu þér hversu endurnærður og orkufullur þú munt vera á morgnana. Horfðu á þetta myndband til að geta sofið vel á ný og bætt lífsgæði þín. Af hverju sofum við minna eftir því sem við eldumst? Það í raun alveg eðlilegt. Þegar við eldumst framleiðir líkaminn minna af melatoníni, hormóni sem stjórnar svefni okkar. Langvarandi verkir, streita eða breytingar á daglegu lífi okkar geta einnig haft áhrif á svefnin. Til dæmis, eftir starfslok, hreyfum við okkur minna, tímaáætlun okkar breytist og það getur verið erfiðara fyrir líkama okkar að aðlagast. En ekki örvenda. Með nokkrum litlum breytingum á venjum okkar og einföldum ráðum getur þú sofið vel á nóttunni aftur. Streita lúmskur óvinur svefnsins. Hún ein helsta ástæða svefnleysis og oft gerum við okkur ekki einu sinni grein fyrir því. Dagleg vandamál, ábyrgð, áhyggjur af framtíðinni, allt getur þetta aukið streitu og haft áhrif á svefnin. Hugleiðsla frábær leið til að slaka á og losa sig við streitu. Prófaðu hugleiða í 10 mínútur fyrir svefn. Það mun hjálpa þér að sofa betur. Það sem við borðum og hvenær við borðum getur haft mikil áhrif á svefnin. Þungar eða feitar máltíðir fyrir svefn geta valdið meldingatruflunum og gert það erfitt að sofna. Forðastu kaffi, svart te og orkudrykki á kvöldin. Ef þeir langar í eitthvað fyrir svefn, fáðu þér það volgt mjólkurglas eða eitthvað létt og auðmelt. Holt og reglulegt mataræði lykilatriði í góðum svefni. Matur fastra venja. Líkaminn okkar elskar regluvestu og það á sérstaklega við svefn. Ef við förum að sofa og vöknum á sama tíma á hverjum degi, hjálpa það til við að stjórna líkamsklukkunni okkar, sem gerir það auðveldara að sofna og vakna. Hugsaðu líkama þinn eins og nákvæma klukku. Búðu til róandi kvöldvenju. Heitt bað, lestur. Reyndu að fylgja þessari venju jafnvel helgar. Reglulegar venjur leiða til góðs svefns og orkumeiri morgna. Búðu til þægilegt svefnumhverfi. Svefnherbergið þitt ætti að vera rólegt og afslappandi rými. Gerðu það að fríðsælum og notalegum stað. Ljós, hávaði og hittastig hafa áhrif á svefnin. Stiltu þá til að skapa hið fullkomna umhverfi. Góður dýna sem stýður líkama þinn rétt mikilvægur. Dimmandi gluggakjöld eða svefnsólgleraugu geta hjálpa til við að útiloka ljós. Svefnherbergið ætti að vera svalt, helst á bilinu 18–20 gráður á Celsius. Tækilegt og rólegt umhverfi eikunar á góðum svefni og stuðlar að heilbrigðara lífi. Blatt ljós frá sjónvarpi, tölvum og símum truflar framleiðslu melatóníns, hormónsins sem hjálpar okkur að sofa. Slökktu á rafeindatækjum að minnsta kosti klukkutíma fyrir svefn. Gerðu róandi hluti fyrir svefn, eins og að lesa, hugleiða eða öndunaræfingar. Ef þú þarft að nota rafeindatæki skaltu kveikja á næturham sem blokkar blatt ljós. Nokkrar litlar breytingar geta bætt svefngæði þín til muna. Regluleg hreyfing ekki aðeins góð fyrir heilsuna, heldur hefur hún eini jákvæð áhrif á svefnin. Farðu í göngutúr á kvöldin eftir kvöldmat eða findu áhugamál sem þér líkar og fær þig til að hreyfa þig. Það mikilvægt að hreyfa líkamann og fá útrás fyrir orku. Holt og fjölbreytt mataræði lykilatriði í góðum svefni. Magnesium og omega-3 fitusýrur bæta svefngæði. Borðaðu magnesiumríkan mat eins og möndlur, spínat og dökkt súkkulaði og lax, túnfiskur og sardínur ríkar af omega-3 fitusýrum. Leitaðu ráða hjá næringarfræðingi til að þróa mataræði sem hjálpar þér að sofa betur. Í sumum tilfellum geta náttúrulega fæðubótarefni einnig hjálpað til við að bæta svefngæði. Melatonín,
hormon som hjálpar til við svefn, fáanlegt án livsseðils. Hins vegar skalt du ráðfæra þig við læknin þinn áður en þú tekur inn negin fæðubótarefni. Baldrianrot jurt sem þekkt fyrir róandi áhrif sín og getur hjálpað við svefnleysi. Hins vegar mikilvægt að muna að fæðubótarefni einungis viðbót og geta ekki komið í staðinn fyrir hollt mataræði og lífstíl. Loftgæði í svefnherberginu hafa einnig áhrif á svefnin. Menguð loft, ofnæmisvaka og rík geta öndunarveginn og truflað svefn. Loftreinsigtæki hjálpa til við að tryggja hreint og heilbrigt loft í svefnherberginu. Njóttu rólegs og endurnærandi svefns með hreinu lofti. Algjör þögn ekki alltaf best fyrir svefnin. Stundum geta róandi hljóð eins og hvítur hávaði hjálpað okkur að sofna. Hvítur hávaði, ölduróði, rigning geta hjálpað til við að útiloka hljóð og hjálpa okkur að prófa eða vefsíður sem upp á róandi hljóð. Findu hljóð sem hjálpa þeir að slaka best á. Við vonum að þessi ráð hjálpi þeir að sofa vel og vakna endurnærður og fullur orku, tilbúin að njóta heilbrigðs og hamingjusams lífs. Góður svefn grunnur að heilsu, hamingju og orkuríkum dögum. Byrjaðu að nýta þér þessi ráð í dag og findu munin. Góða nótt og sæta draumar og njóttu dagsins. Ef þið líkaði vel við þetta myndband, gerstu þá áskrifandi að rásinni okkar og skildu eftir spurningar í að hugasemdunum. Við komum aftur með fleiri gagnlega ráð til að lifa heilbrigðu og hamingjusömu lífi. Gattu vel að þér.